Hi. Okay. Já, ég í bað. Já, anda. Rólegur, Ég fór og reif allt baðherbergið og fór að endurnýja. Og maður þarf alltaf að vera með svona auka gleraugu ef maður í svona látum eins og ég í. Og já, þetta eru flísarnar sem ég sett á vegginn. Og svo ég með svona steinflísar, gráar, ljósar sem ég ætla að sýna ykkur seinna meir út af því að baðherbergið ekki alveg tilbúið og þarf að gera svona ýmislegt. Innréttingin ekki komin og þvottahúsinnréttingin ekki heldur komin. Hún alveg bakvið. Og verður stórt baðkar, svona bara ferkantað og úr stáli. Og af hverju ég vel stál, það út af því að sorry, síminn var að hringja. Já, ástæðan fyrir að ég vel stál, það ástæðan fyrir því að það miklu betra að þrífa og það festist ekki svona fita eins og á svona plastbaðkörum. Plastbaðkar í rauninni ekki gert fyrir íslenskar aðstæður út af því að við erum með vatn sem mikill kísill í og þess vegna langbest að kaupa bað sem úr stáli og mikið betra að þrífa og bara þrifalegra og glansar og gorgeous. Og svo baðinnréttingin, ég búinn að velja hana, þar ætla ég að kaupa hérna frá innréttingur og tæki og borðplatan, hún bara, þetta allt vaskurinn sko. Það ekkert timbur eða neitt. Svo eru skúffur undir. Og ástæðan fyrir ég vel það bara einfalt út af því að þegar maður með eitthvað svona timbur þá vill það bara morgna og bara vera leiðilegt inn á baði. Það á ekki teima inn á baði sko. Þess vegna vildi ég hafa svona eiginlega bara allt úr, og það bara úr bara svona postulín eða eitthvað ást, ég veit það ekki. Ég bara kaupi þetta bara. En vandamálið hér í stopp út af því að það erfitt að fá pípara, en ég kannski búinn að fá pípara. Ég já, kannski ég búinn að fá, það bara kannski. Þá þarf ég að taka vatnslægninar og láta loka þannig ég geti klárað að flísarleggja allt hérna. Og bara klára þetta, rosalega mikið vinna. Og ég lungnasjúklingur, ég bara má ekki vera, bara leið þegar ég bara fer inn sko, fæ ég bara geðveikt í lungun. Þannig ég kom með astmalyf og allt þetta, ég kom með 2, hvað heitir þetta, svona púst, svona sem kemur duft úr, svona hringlegað og það alveg bara bjargaði mig geðveikt samtidig hóstan og astman og allt þetta sko. Og svo ætla ég að fá innréttingin sem ég ætla að fá samtidig voðalega mér allt illa. Í þvottahúsinu, þetta var sameiginlegt. Það fá það hjá IKEA. Mér finnst hún bara, þú veist, ég hef alltaf verið svona frekar alveg IKEA drasli eitthvað, en það bara rosalega margir sem með frá IKEA og hún svolítið flott, þú veist, bara alveg upp, þvottavélin svo ætla ég að gera ráð fyrir þurrkara, en ég ætla samt ekki að vera með þurrkari, ég ætla bara að gera hillur og bara fyrir handklæði og alls konar svona beauty drasl og svo alveg skápa alveg upp sko.
og svo ætla ég að gera hillur bara og gera þetta bara nice. Þetta á að vera gorgeous, þú veist, alveg gorgeous baðherbyggi. Og ég ætla að fá mér ljós, það örugglega erfiðasta valið hvernig ljós ég ætla að fá mér. Mér langar rosalega í svona eins og í movie set, þú veist, hana perurnar sem standa svona út. Þær eru svolítið flott, heilla mig svolítið. Ég veit bara ekki hvað ég fæ þær og hafa það fyrir ofan speilin. Ég ætla að hafa speilin límdan á vegginn sko, þannig að flísarnar verður alveg og þannig að speilin verður innfallin. Og ég bý í svona, þetta timburhús og það þurfti að setja alveg veti-plötur á alla veggina þar sem flísarnar eru og það þurfti að bera á líka allt hérna kringum baðkarið og allt svona, þannig að þetta endist alveg pottþétt. Og þetta alveg bara geðveikt. Ég ógeðslega ánægður með þetta, en ég ætla, þú veist, búin að endurnýja allt hérna, nema eitt, ég ætla að leyfa klostuna að vera, út af því að mér finnst það svolítið töff, út af því að leið þegar fólk kemur inn, já, það greinilega búið að taka þetta baðherbyggi í gegn. Mér finnst það, húsið ekki gamalt, það frá 2004 og mér finnst bara klostið bara vera töff bara. Ég veit það ekki, ég ætla bara að leyfa það bara að vera og ég bara, já, og svo svona, þú veist, ég ætla að láta golfflísarnar flæða upp með baðkarinu og svo náttúrulega þessar flísar. Þessar eru með svona, það svona smá grátt í þessu og þetta svona smá svona marmari, þú veist. Þannig að það svona smá hreyfing á þessu. Þannig að þetta ekki alveg hvítt út af því að ég ætla að vera með allt hvítt hérna inni, sko. Bara svona hreinleiki og allt það. Svo ætla ég að skipta hurð, en ég veit það ekki, sko. Annarkvæmt bara teki hurðina, pússa hana alveg niður og lakka hana alveg hvíta. Og þá allt hvítt hérna og þannig að þá ætla ég að láta kannski gólfið fara og renna kannski upp þennan vegg og hafa handklæðaskapinn þar. Og því að ég með ofnarna sem ég ekkert að nota, það er ljótur og mér langar að gera eitthvað skemmtilegt, þú veist, með það. Það að gera svo margt, en bara ástæðan fyrir að ég ekki með allt á flegi ferð að ég bara get ekki verið og labba mikið út af því að það svo mikið fínt að reykina að það fer bara beint í lunguna á mér og ég ekki alveg að fíla að vera hérna núna, en þegar þetta verður búið þá á ég eftir að elska þetta, á ég eftir að vera með kerti og kósí og vera í svona alveg freyðibaði og njóta þess. Og svo einhvern veginn, ég veit það ekki, það svo, núna þegar maður að breyta þá vill maður þetta og það svo, já, gaman sko. Ég nefnilega læt bara flísleggja hér, svo alveg hérna fram að næstu innrætingu og svo hérna eitt horn hérna sem mig langar kannski að taka áhættu með að setja kannski lit eða, þú veist, þetta verður þá að vera einhverju jarða, þú veist, grátt eða eitthvað svona tengt við flísarnar eða eitthvað svoleiðis. En það kemur allt í ljós og þegar eftir að sjá þetta, ég með Insta story og Snapchat, en ég verð samt meira með Insta story þannig að ég geti fylgst með þar og líka bara á Facebook síðunum minni, þá eða þeir sem vinir minni, þá get ég séð hvað ég búinn að vera að kaupa á hvaðan flísarnar eru. Þessar flísar eru frá Bauhaus og ok, þetta telur, þær kostuðu 50.000. Golfflísarnar eru frá Bigo, þær kostuðu eitthvað, svo baðinnertingin, hún kostar eitthvað. Baðkarið kostar 100 og já,
Þannig að þetta telur allt saman, þannig að maður verður aðeins að fara að passa sig sko. Það verður ekki að eyða of miklu. Þannig að maður þarf líka, ég skipulega þetta allt saman. Þetta allt í hausnum á mér og ég skrifa ekki neitt. Ég byrjaði bara á því að rífa allt niður. Ég bara byrjaði og ef maður byrjaði ekki, þá gerist ekki neitt. Og ég fæ svona bara hugdætti og byrjaði að brjóta bara alla flísarnar og tók allt og pússaði allt niður og bara reif baðkarið allt einn. Gerði þetta allt einn og ég þurfti að rífa þar á ekki. Það var panel hérna, svona gerviflísar og ég þurfti að rífa það og skafa vegginn og allt þetta. Þú veist, það geðveik undirvinna sem fylgir þessu sko. Þetta ekki bara að brjóta flísar og allt þetta. Þú þarft að skafa allt og hreinsa allt og sjá til þess að sé allt í lagi, þú veist, engin raki eða skemmdi eða eitthvað. Man þarf að passa sig á öllu sko. Þannig að ég búinn að vanda mig geðveikt mikið og ógeðslega stoltur að ég hafa geta gert þetta allt einn. Tók baðkarið einn líka og þá voru allir bara what the fuck, hvernig fórstu að þessu eiginlega, þú veist. Ég bara tók þetta upp og fór með þetta út og þetta jafnvel úti ennþá hjá mig sko, baðkarið, en nýja baðkarið frammi. En ég elska ykkur og minni að þið þurfa að elska ykkur sjálf svo þið getið elskað aðra og já, ég elska ykkur geðveikt mikið og við verðum í bandi og ég leyfi ykkur að fylgjast geðveikt með. Það nefnilega svo mikið að gerast núna hjá mér. Ég að fara út núna aftur og þá fer ég á Stanley hótelið og allt og ég segi ykkur það bara seinna meir að verður nóg að gera. Bye!